Allt í lagi. Við skulum taka þetta aðeins til skoðunar. Venjulega þegar fólk ræður sjúkdómsgreiningar og heilbrigðiskerfið, þá ríkir svona ákveðin vænting stærðfræðilega nákvæmni. Já, algjörlega, svona eitthvað mjög áþreifalíkt sem maður getur bara hort á. Einmitt. Hugsum til dæmis bara röntgjörmyndir. Ef manneskjan dettur og handleggsbrotnar, þá sýnir röntgjörmyndin þessa hvössu hvítu línu mjög skýrt. Og læknirinn getur hreinlega bara bent á skjáinn og sagt með fullvissu að þarna sé vandamálið, sem mjög hugreistandi fyrir okkur öll. Algjörlega. Það svona annarkvort eða brotið eða ekki. Og þú veist, velferðarkerfið okkar að miklu leyti byggt upp í kringum þessa flokkunarfræði hins sýnilega. Því það gerir stjórnsýslunni kleift að mæla þörfina fljótt og örugglega, sko. Já, en málið hvað gerist þegar sjúkdómurinn eða fötlunin 100% raunveruleg en hún sést bara alls ekki á röntgenimynd eða utan á fólki yfir höfuð. Markmið okkar með þessari djúpköfun einmitt að rannsaka nákvæmlega það. Og við ætlum að gera það með því að skoða frekar svona óvenjulegt safn heimilda. Það ekki? Við nefnir ekki með neinn hefðbundna fræðigrein fyrir framan okkur í dag. Nei, sko alls ekki. Við með raunverulegt stafrænt fótspor í höndunum. Við að tala tölvupósta, dröga skaðabótakröfum, eitthvað af samskiptum við þjónustuverð tæknifyrirtækja og fullt af færslum af samfélagsmiðlum. Sem allt tilheyrir einum 53 ára gömlu ísraelskum manni sem heitir Asaf Benjamini. Einmitt, Asaf Benjamini. Og þetta gagnasafn bara vægt til orðatekið alveg einstakt. Vegna þess að við ekki bara að lesa líf eins manns hér. Við bókstaflega að sjá svona vélaran en virknina á bakvið það, hvernig risavaksin kerfi, bæði ríki og tæknirísar, bregða stöðut fólki. Já, fólki sem fellur svona einhvern veginn utan við hið sýnilega norm og það sem svo heilandi hérna að þetta stýst ekki bara skráð réttindið, heldur virkar þetta eins og siðferðislegt próf á það hvernig samfélag kemur fram við sína viðkvæmustu þegna. Algjörlega. Svo til að byrja með þá rakst ég aftur og aftur á eitt ákveðið orð eða hugtak í gögnunum hans. Hann talar mikið eitthvað sem kallast nýttaberhreyfingin og það sem þeir kalla gagnsæja eða ósýnilega örorku. Já, og nýttaberhreyfingin skiptir nefnilega gríðarlegu máli til að skilja þetta stóra samhengi. Hún var stofnuð fyrir það bil áratug af konu sem heitir Tatjana Kadotskin. Ok, og hvaða hóp þessi hreyfing að takast á við eða berist fyrir nákvæmlega? Samkvæmt gögnunum þetta svona 1300 einstaklingar í Ísrael. Þetta fólk sem hefur verið metið með 75–100% læknisfræðilega örorku og algjörlega ófært að vinna. En málið að þau eru ekki hjólastól eða með einhverja augljósa líkamlega fötlun ekki. Það þar sem þetta sýnilega vandamál byrjar allt saman. Nákvæmlega. Og ríkið gerir vist svakalegan greinamun á þessari sýnilegri og svo ósýnilegri örorku þegar kemur á fjármálum sjálfum. Í tölunum sem Tatjana leggur fram sést að þessi hópur þessara gagnsæra öryrkja fær oft bara grunnbætur upp á 3200 ísraelska sikla á mánuði. Sem eiginlega ekki neitt. Þau þá enga niðurgreiðslur á almennu húsnæði eða lyfjum og enga niðurgreiðslur á samgöngum samkvæmt þessu. Æmitt, til samanburðar þá getur einstaklingur með svona sýnilega hreyfihömlun fengið allskyns uppbætur og styrki sem geta lyft upphæðinu alveg upp í 15–17.000 sikla. Þetta alveg gríðarlegur munur. Býtu, 17.000 á móti 3.000. Þetta bókstaflega eins og að fá VIP-passa inn á sjúkrahús. Sjónasann alveg eitthvað þú séð alvarlega veikur, en þegar þú mætir svo í ágreiðluna, segir ríkisvörðurinn bara eitthvað svona, við sjáum ekkert blóð og engan hjólastól, þannig að þú færið ekki neina meðferð, sama hvað pappírarnir segja. Sú samlíking hittir eiginlega bara beint í mark, sko. Og maður skilur svo vel af hverju Asaf bjóð til þetta millumerki á sínum tíma, #ArealTransparentDisability, sem á eiginlega þýða sem raunveruleg gagnsæ örorka. Já, það snýst nefnilega þetta ekki að draga úr þörfum þeirra sem eru hreyfihamlaðir. Það meira verið að benda á að kerfið byggir á einhverju svona úreldri hugmyndafræði eða kerfi. Og þegar maður rýnir aðeins í stjórnsýslufræðina á bakvið þetta, þá snýst þetta voðalega mikið skilvirkni. Fyrir bjúrókratíu ódýrt og fljótlegt að afgreiða það sem sést. Mjög vel. Algjörlega, en að meta eitthvað ósýnilegt eins og flókin taugafræðileg eða geðræn vandamál hlýtur að taka bæði tíma og vera dýrt,
En ef við förum okkur þá aðeins frá stefnumálum hreyfingarinnar og skoðum nákvæmlega hvernig þessi svokallaða glerveigjur birtist í lífi Assaf sjálfs, hér verður þetta virkilega áhugavert, finnst mér. Við sjáum úr gögnunum að hann býr á áfangaheimili fyrir fólk með andlega veikindi sem heitir Avivitt og þessi listi yfir greiningar í honum er bæði mjög langur og oftúrslega flókin. Já, hann glímir við áráttu og þráhyggjuröskun, það er að segja OCD, geðklofa hugrænaröskun, sóragikt, taugakerfisvandamál sem lýsa sér þannig að hann missir hluti úr höndunum að ástæðulösu og fær mikinn svima. Og svo er hann líka með brjóslu sem er sem sagt L4 til L5 í baki sem ger honum mjög erfitt fyrir að ganga eða hreyfa sig. Svo við erum að tala um alvarlega skerta hreyfigetu. Nákvæmlega, og til að halda þessu öllu niðri þá tekur hann mjög stóra skammta af lyfjum eins og Seroquel, Tegretol og Effexor sem lítur að vera svakalega þungur kokteil fyrir líkamann. Og þetta er mikilvægur punktur sko. Ef við tökum bara lífin sem dæmi, Seroquel í stórum skömmtum er gríðarlega þungt geðrófslyf sem veldur oft svakalegri þreytu eða svona heilaþoku. Tegretol er svo flogaveikilif og Effexor er sterkt þunglindislif. Þetta dregur virkilega úr því sem kallað er stýrifarni heilans. Já, það að reyna að einbeita sér og muna hluti í svona lyfjavemu og eiga í flóknum rökréttum samræðum tekur alveg margfalda orku sem setur baráttunans við kerfið í alveg nýtt ljós í einlega. Já, aftur í gögnunum eru Ítalíu drögan formlegri skaðabótakröfu upp á lyfi 50.000 sykla vegna vanrækslu sem hann telur sig hafa orðið fyrir í heilbrigðiskerfinu. Hann er að reyna að takast á við lagalegt tungumál og skrifa formleg skjöl undir áhrifum allra þessara lyfja. Einmitt. Og sjáum síðan bara hvernig almenna kerfið bregst við mjög smávægulegum beiðnum. Hann átti til dæmis rosalega erfitt með að reima skónu sína sjálfur eða borða vegna þessara taugavandamaða og bað að fá iðjuþjálfa heim til sín. Sem hljómar auðvitað eins og gríðarlega eðlileg beiðni. Algjörlega. En ritarateymið á heilsugæslunni sem heitir vist Clalit Health Services neitaði hann honum í fyrstu að gefa jafnvel upp rétt netfang til að senda póstinn. Og þegar hann loksinn kom honum áleiðis þá var honum sagt að beiðnin er ekki afgreið af því hún kom ekki beint frá lækni. Ég á ekki orð ef maðurinn þarf iðjuþjálfa heim til sín, akkurat vegna þess að hann getur ekki yfirgefið heimilið hjálparlaust. Hvernig ná hann þá að komast til læknisins til að fá tilvísunina? Já, þetta er hann að reynrækt að catch 22 ástand, bara einhver algjör vítakringur og bírókratíu. Algjörlega. Og ef við setjum þetta í þetta stærra samhengi, þá skrifar Assaf eitthvað mjög gagnrýnt um þetta. Hann bendir á að svona frasar eins og að helstan sé mikilvægust séu eiginlega bara innantómt orðagjálfur í landi þar sem ekkert er fjárfest í opinbera kerfinu. Já, sérstaklega vegna við það á þeim tíma sem hann er að skrifa þetta, þá var landið í óvanalega alveg ánheilbrigðisráð þeirra samkvæmt heimildunum. Man hlýtur bara að spyrja sig hvort þetta kerfi sé hannað vísvitandi til að halda fólki úti til að spara peninga. Stjórnsýslufræðingar tala stundum um þetta beinlínis sem núning sem stýritæki. Að ef kerfið er ofhlaðið þá er regluverkið látið virka sem eins konar sía. Fólk bara gefst upp á að sækja þjónustuna. Sem er ískalt. Og það er ein frásögn frá honum þar sem öldrunardeild sjúkrahúsið hringir bókstaflega í hann og spyr eiginlega byggt á einhverjum tölfræði líkonum af hverju hann væri enn á lífi. Þar sem hann átti vist ekki að lifa mikið fram yfir 50. Vá, þetta er það sem gerist þegar kerfið hættir að sjá lifandi mannesku og sér bara gagnapunkt í einhverjum töflureiknisku. Það er hann skiljanlega mjög mikið á þetta letið. Fólk myndi halda að stafræni heimurinn væri auðveldari en raunin á sem stafræna vígvalli er allt önnur, er það ekki? Jú, hún er vægt til orðatekið mun verri stundum. Þegar við skoðum stafræna fótspori hans þá sjáum við að vélarnar hafa engu meiri skilning á honum. Tökum dæmi um pakkaafhendinguna. Sendifyrirtækið Cheetah Couriers skildi pakkan hans eftir á afhendingastaði út í bæ, í staðin fyrir að koma með hann heim. Sem er vissulega pirrandi fyrir flesta, en maður fer bara út í bíl og reddar því. En fyrir mann sem hvorki hefur bílpróf negetu gengið eðilega, þá er þetta óyfirstíganlegt. Nákvæmlega. Og þegar hann reynir að kvarta og fá þessu redda þá kemst hann auðvitað ekki í gegnum þjónustuveriða því að því er stýrt af vélmennum. Ég sá líka þessi endalausu samskipti sem hann átti við Yahoo þetta leyti. Tölvupósturinn hans sem var hans helsta tenging við heiminn var sífellt að aftengjast það bil á 30 sekúndafresti.
Já, og hann í þessum óendalega lúppu við þjónustuverið sem ekki manneskja, hann hreinsar vefkökur og reynir að útskýra að hann sé á borðtölvu en fær bara sjálfvirkt svörum að endurræsa módemi sitt. Svo hann setur þarna mjög líklega með heila þoku af völdum þessara sterku lyfja og að reyna að röggræða við róbota. En þar sem þetta verður eiginlega ennþá myrkara þegar við skoðum hvernig sjálfir samfélagsmiðlarnir meðhöndla hann. Já, það var eiginlega rosalega lesning hvernig hann bara settur í bókstaflega samfélagslega útlegð. Hann bannaður á nánast hverjum einasta stóra vettvangi. Aðgangi hans á Twitter eða X lokað að ástæðulausu, svo fer hann á Blue Sky en þeir setja hann í svona ruslpústspann eftir að hann fylgdi mörgum hratt. WhatsAppi bannaði hann meira að segja út á því kerfi þeirra hélt greinlega að hann verið sjálfvirkt forrit og Facebook Messenger bannaði hann að senda skilaboð. Hann virkilega eitthvað áreita fólk eða hvað? Samkvæmt gögnunum, nei, alls ekki. Við erum að horfa á hvernig algoritmar túlka örvendingarfulla mannlega hegðun. Hugsum okkur algoritman eins og dyravörð og skemmtastað sem horfur bara eftir vélræni hegðun. Vegna þess að svokölluðu njósnaforrit eða bottar haga sér vist hannig. Þeir senda hluti óreðilega hratt. Og vegna þess að Asaf einangraður inni á heimilinu sínu og hefur engan til að tala við og að reyna að koma bara áttu sína á framfæri, þá kópía-peistar hann kannski 100 skilaboð til allra sem hann getur dott í hug, blaðamanna eða stjórnmálamanna. Einmitt. Og hann gerir það hratt af því að hann hefur fátt annað að gera. En vélarnar sjá bara mikið magn af sömu aðgerðum frá einni tölvu og álíkta þá að hann sé auðvitað bott og svo hún bara sparkað út. Hann sem sagt bókstaflega flokkaður sem vélmenni af vélmenninum sjálfum. Það svo hjartaskerandi póstu frá hennum á Blue Sky þar sem hann segir af hverju eru alla fæslanar mínar merkta sem ruslpóstur, ég skil ekki hvað þið vilji frá mér. Og þetta dregur svo vel fram þennan svakalega skort á samkennd í hönnuninni. Kermin okkar eru bara ekki forritu til að skilja örvæntingu eða fatlað fólk sem hegða sér á annan hátt en 95% notenda. En mitt í allir þessari einangrun var mjög falleg smásaga í gögnunum hans. Hann skrifar ykkur þakklætisfærslu til rakara sem kom heim til hans og klippti þann ókeipis. Smá leiftur að mannlegri samkennd til að brjóta upp vélrænu höfnunina. Sem akkurat það sem tæknifyrirtækin gleyma svo oft og hér kemur stóra plottvistið. Hann vill nefnilega ekki bara slökkva á þessum tæknikerfum. Já, þetta svo áhugavert. Þrátt fyrir að öll kerfin séu að gera nú lífi læti daglefa, þá snýst hann ekki gegn tækninni, heldur að vill hann frekar endur hann aðeins. Segð mér aðeins betur frá þessari framtíðarsýn hans svona tækni án aðgreiningar. Hann leggur fram mjög ítarleg drög að algjörlega nýju gervigreindaforriti. Þetta hugsað sem stýrikerfi, sérstaklega fyrir fólk með rýrandi vitræna getu, til dæmis Alzheimer sjúklinga og fólk með heilabilun. Og vandamálið með venjuleg snjáltæki fyrir þannan í dag þetta að því að sjúkdómurinn svo versnar, þá breytast viðmótin kannski út af einhverjum uppfærslum og lykilorðin gleymast stanslaust sem veldur kvíða hjá eldra fólki. En hvernig á hugmyndin hans Asaf að virka til að tækla þetta nákvæmlega? Útsvið sjúklingin. Hún geti til dæmis loka fyrir óþarfa valmyndir, læst uppsetningunni svo fólk fær ekki takka óvart til og bara tryggt að grunnaðgreiðnar haldi sinni. Þetta nefnilega bara ótrúlega djúp og snildaleg nálgun á svokallað aðgengisviðmót eða accessibility stýrikerfi framtíðarinnar, myndi ég segja. Já, algjörlega, en til að koma þessari hugmynda framfæri þá skrifar hann bókstaflega tölvupóst beint á Jack Dorsey, fyrrverandi forstjóra Twitter sem starfaði einnig hjá Blue Sky á þessum tíma og leitar að hjálp frá þróunaraðilum. Og þá póstur alveg ótrúlega berskjaldaður líka. Hann segir beinum orðum eitthvað á þá leið að hann kunni ekki að kóta eða forrita sjálfur, eigi enga peninga og geti ekki fara á fundi vegna heilsunar. Hann hefur bara bókstaflega þessa einu fínu hugmynd. Það eitthvað svo djúpstætt við að maðurinn sem stanslaust að flækjast í viðmótum sem hann ræður svo ekki við, nákvæmlega sami maður og reyna að hanna viðmót sem skilur veikleika annarra. Einmitt. Það sýnir mikilvægi þess sem kallar svona lefuð reynsla í nýsköpun eða tækniþróun, ekki satt. Við treystum venjulega mjög velstæðu fólki í Kísildalan til að hanna tæknilausnir fyrir heiminn, en oftar en ekki kemur mikilvægasta hönnunin frá þeim sem raunverulega þurfa á lausnin að halda sjálfir. Og þegar við drögum þennan þrá saman, þá sjáum við að kermin okkar, hvort sem það ríkið eða þessi stóru tæknifyrirtæki, eru frábæri að sinna meiri hlutanum eða fjöldanum. En algjörlega vanhæf til að meðhöndla undantekningarnar. Ef þú passar ekki nákvæmlega í sýnilega og mælanlega boxið sem samfélagið hefur búið til, þá þér bókstaflega bara vísað burtu eins og ruslpóstið.
Já, på sem það birtist sem algjör takkmörkun af fjárhagsstuðningi út af ósynnilegri örorku eða lokun á aðgangi hjá tæknirísunum sem ættu nú að eiga að vita betur á 21. öldinni. Og þetta leiður okkur beint að svona lokapunktinum dagsins, eitthvað smá svona umhugsunarefni fyrir alla okkar lustendur til að velta fyrir sér eftir að þeir loka sig út eða taka heyrnartólin úr. Ef okkar stafrænu almannarými eru farin að hreinlega repsa sjálfkrafa fólki eins og Assaf bara fyrir að passa ekki inn. Já, eins og að repsunum þeir að klikka ofrætt þegar hann er of einangraður inni heima hjá sér. Nákvæmlega, ef hann var dæmdur sem spam, af því hann var bara örvæntingafullur, þá er spurningin þessi, hversu mörgum öðrum snildar hugmyndum, alveg eins og þessu gervigreindar förið hans, er verið að henda beint í ruslpóstmöppuna, ans og við vitum á því. Ég er eiginlega bara gáttuð yfir tilhugsuninni hversu mörg svona leiftur af snilli glatastaklega. Nýsköpun krefst þess náttúrulega við kunnum að hlusta en við erum greinilega búin að smíða algjörlega heyrnarlaust kerfi í kringum okkur. Já, algjörlega. Sumir af mikilvægustu hlutunum í heiminum munu alltaf vera ósýnilegir, alveg þar til við ákveðum virkilega að horfa gaumgæfilega á þá og sjá þá fyrir það sem þeir eru. Við látum það vera síðustu orðin í dag. Takk kærlega fyrir að hlusta þessa djúpköfun. Takk sömuleiðis, heyrum síðar.